Ég hef búið hér á Seyðisfirði síðan ég var 19 ára gamall. Fyrir unglinga alast hér upp var þetta bara algjör gimsteinn. Hér er rótist húsnæði, hér er náttúran allt í kring, hér er mjög auðvelt og gott að ala upp börn. Þannig að ég skora á alla sem hafa áhuga á því að koma til Austurlands. Mér hefur alltaf fundist á Borgarfirði, það er hægt að njóta alveg alls sem að svona kyrrðin hefur eitthvað að bjóða og síðan er hægt að hitta alla og vera út í samfélaginu og spila og... Þú ert aðeins að búa til hlutina sjálfur, þú getur ekki bara að fara út í bíó heldur þarftu að gera eitthvað. Borgfirðingar hafa bara alltaf greinilega verið mjög duglegir að finna upp á hlutunum sjálfur og gera það svona saman. Það er mikið þolinmæði fyrir sérvisku á Borgarfirði. Samfélagi hérna er einhvern veginn rosalega flinkt í að finna leið að kemur ný manneskja inn, spotta styrkleikana og nýta þá. Það er þægilegt og rólegt að búa út í búi. Það er líka hægt að hafa nóg fyrir stafni ef maður velja það. Já, við vinnum náttúrulega saman hérna í þessu sem við erum að brasa og værum sennilega ekki að gera það við byggjum annar staðar. Svo náttúrulega hafa menn þennan fjallahring og þessu upplifun hér sko. Bara hvort sem þú vilt fara í fjallgöngu eða út á sanda eða rólegt rölt. Já, eða byrja í þorpinu, þú þarft ekki að keyra til að komast í þetta. Ég er búin að búa á Egilsstöðum í að verða 14 ár. Mér finnst samfélagi bara svo fallegt. Það er allir einhvern veginn svo tilbúinir að hjálpa stað og ef eitthvað kemur upp á hjá einhverjum þá er svona rosa mikill samhugur. Það eru margir krakkar hérna. Oftast erum við krakkarnir að leika bara við hvort annað eftir skóla og þá höfum við líka klettar og líka skó. Þú ert fljótur að eignast vini hérna og þetta er bara vinnulegur bær.